Já, ég ætla að fara í æfingapróf 2. Við ætlum að skoða flæðirit, hvernig við getum fyllt upp í flæðirit í þessu prófi sem við ætlum að taka núna á næsta mánudag. Svo förum við líka í skynjartækniprófið þá. Og ég ætla að resetta tölvunni. Ok. En ég tek þetta upp þannig að þú missir ekki að neinu. Við ætlum að fara aðeins yfir æfingapróf 2 hérna. Og það fyrsta sem við gera í þessu er að útskýra eða merkja við og við höfum að lýsa því sem gert á valmynd, hérna mynd 1.1, til að setja inn 2 eða fleiri skilyrði fyrir að næsta skref komi inn. Og þá þurfum við bara að merkja við eða smella hérna á Transition Section. Þá til dæmis eins og í ræsiskilyrðunum, þá settum við inn nokkuð skilyrði eins og í blöndunarverkefninu meðal annars. Og þá getum við sagt hérna að merkja við, bara nú að segja hérna bara merkja við Transition Section. Og þar var farið í edit, en það er í rauninni nóg að svara þessu svona. Það er bara Transition Section hérna. Hérna, það er engin mynd af því, en það var smellt á edit og valið það forrit umhverfi, ladder eða hvað, til þess að setja sem. Við fórum oftast í ladder til þess að útbúa stigarit fyrir þetta, fyrir fleiri heldur en eitt skilyrði. Síðan ætlum við að setja upp hérna flæðirit fyrir umferðarljós, það eru 3 ljós og það fer rautt á 10 sekúndur þegar þrýstir á S1 og þannig að við kannski getum við náð þessu á 2 síður. Þá svona. Og þannig að ég þarf bara að merkja inn í þetta hér. Ég hugsa að ég hafi verið komið með einhverja lausn, svo ég bara ná í hana. En til að byrja með þá getum við farið aðeins í gegnum þetta, hvernig færum við að þessu. Þegar við ræsum þetta, sem sagt, þá ætti að byrja hér í efsta kassanum. Þar náttúrulega sett initial step, en það er ekki tekið fram hérna neitt sérstaklega, en við myndum byrja þar. Og fyrsta skilyrðið, hérna þetta svera strikk hérna, það væri, þau þurftum að merkja að við myndum þrýsta á S1. Og þá merkjum við bara hérna fyrir neðan strikkið, S1, og þá kemur B1 í gang sem er þá rautt á, og þá fer það í 10 sekúndur. Þá þurfum við að útbúa hérna delay, eða tíma, sem er inni í 10 sekúndur. Og ég ætla að ná í skjal það sem ég hef búin að fara yfir þetta. Sjá, hérna fer þetta aðeins yfir. Og velja hérna áfanga. Já. Það var það.
Já, ok. Það aðeins að aðstofa hérna. Sigurður. Heyrðu í mér? Það er búin að redda því. Ok. Herri, ég fuckaði einhverju upp hérna þegar ég var að setja upp. Ég setti ekki default profile settings. Ég setti ekki það inn þar. Ég var að reyna að laga það eftir á. Já. Ég veit ekki alveg hvar ég gera það. Það er eitthvað settings hérna, connection profiles, en ég get ekki breytt neina þar. Ertu í PC? Ertu með PC? Já. Ok. Ég er hérna með leiðbeiningarnar, held ég hafi verið með hérna fyrir PC. Hérna. Ertu að meina, þú ert default profile settings. Þú þarf að skrá þetta hérna inn. Já. Ég ýtti bara next, sko. Þannig að ég er búinn að basically installa þessu án þess að hafa þetta. Ég var að pæla hvort það sé hægt að setja þetta inn eftir á. Já, þú þarf bara að prófa að ræsa hérna Sonic Wall. Já. Ef slökkva á honum og ræsa hann aftur upp, þá gæti þetta komið upp aftur. Nei, ég fæ bara upp server og svo login dæmi, sko. Svo get ég farið í settings þar, sko. Já. Þá kemur connection profiles. En gætirðu prófað bara að fara í uninstall þetta? Já, ég var að pæla því, er það ekki kannski? Já. En ég þekki bara ekki hvað væri hægt að gera annað í þessu, sko. Og þú varst í að endurrensa tölvuna og allt? Já, ég gerði það aftur. Já, þannig að ég held að maður þurfi að setja inn á réttum stað, sko, en það er möguleiki að sé hægt að stilla þetta einhvern veginn öðruvísi, en það er ekki allavega í þessu leiðbeiningum og ég hef ekki gert það öðruvísi. Þannig að við þurfum að skoða það betur þá. En ég ætla að halda áfram með þetta. Ég ætla að fara með þetta yfir í Paint og fara yfir sem sagt hvernig við leysum þetta próf. Sko, þannig við byrjum hérna á því að við höfum, þetta er bara upphaf hérna bara AA og hérna undir myndum við skrifa inn, það er S1 sem átti að fara í gang, eða S1 átti að ræsa þetta. Það er sem stækkaði hérna. Ok, og þá hérna inn í þessu þá kemur rauðljósið inn. Ég ætla bara aðeins að fara í þessa hérna og fá þetta hérna til hliðar. Svo getið haft þetta hérna hlið við hlið. Sko þannig að þá fer rautt á í 10 sekúndur og þá gerum við það þannig að þá setjum við svona S
skrifa hérna inn í þetta hér S rautt. Ok. Sett skipunin, sem sagt rautt inn. Og það sem kemur hérna í viðbót, það er delay, það er seinkun. Þá setjum maður hérna D og til þess að setja inn seinkun þá setjum maður hérna T cross og 10S. Svona. Það reyndar þá kemur það í restina en við getum sagt bara hérna tími 1 exploits. Þetta þyrfti í raunveruleikanum vera með hérna undirstrik en síðan sem sagt þegar þessi tími liðinn tími 1 að þá verður þessi virkur og næsta skref fyrir neðan þá kemur hérna gult með rauðu og það er í 2 sekúndur. Kemur hérna bara gult, en þá set ég, það verður bara none hérna sko, það var engin, við þurfum ekki að skrifa það er bara gult. Þá bara í þessu skrefi hér og síðan kemur tími hérna D fyrir delay og þá myndum við að setja inn tíma hérna og þá segir bara hérna tími 2 exploits. Og þegar að tími 2 liðinn að þá fer út sem sagt þá fer þetta hvað sem er út af því að það er ekki með sett, það er bara inn í þessu skrefi hérna gula ljósið bara inn í þessu skrefi hérna sé hinum og þannig að þá fer það út og þannig að við þurfum bara að resetta rauða ljósið. Það er R fyrir rauð. Við komum ekki í stórt R hérna, svona R fyrir rauð, reset og síðan hefur við hérna fyrir tíman. Já, við þurfum að gera meira hérna, það er rautt á sem sagt þetta og grænljósi kemur inn og það er með ákveðin tíma. Gult með rauðu kom þarna fyrr og síðan kemur grænt, reset á rautt og það kemur hérna grænt og þá er grænt inn í ákveðin tíma, ég getur sagt hérna ég getur sleppt í að setja sett á grænljósið en ef við setjum sett á grænljósið þá þurfum við að resetta hérna efst uppi aftur eða hérna fyrir neðan. Já, við þurfum að setja það náttúrulega hérna fyrir neðan og síðan hérna resetta á þetta hérna efst uppi. Og hérna kemur inn grænt og við setjum ekkert þar fyrir framann, það er bara grænt. Við þurftum að skipta æginu í A og E í raunveruleikanum í tölvunni. En þetta gengur í ákveðin tíma, þannig að við þurfum að vanta pláss hérna, þannig að við setjum hérna D hérna fyrir neðan. Og það verður í 5 sekúndur, þá segir hérna T cross 5S og ég getur sagt bara tími 3 og að resetta rauða þarna. Já, hérna verð ég að resetta rauða, R á rautt. Af því ég setti S á það hérna, þá verð ég að hafa resetta að hérna. Gula ljósið þarf ég ekki að resetta því að gula ljósið er bara í þessu skrefi og búið. Og græna ljósið verður bara í þessu skrefi hérna og búið. Og hérna er tími 3 og þá þegar grænljósið er búið þá kemur gula eftir grænljósið
í ákveðin tíma. Þá setjum ég það hérna inn. Það er gult eftir grænt. Þá segi ég bara hérna gult. Það getur komið hérna inn eitt á sér og síðan það er tími á því. Og ég hef það þá delay. Þá er það t cross 2 sekundur, er það ekki? Já, 2s. Og eftir það, þá, já ok, ég staðsetja hérna fyrst. Og eftir það, ef að já, ég ætla að setja tími 4 hérna. Þetta er tími 4. Þegar tími 4 er liðinn, þá kemur það hér og þá kemur rauðljósið aftur. Þá gengur það endalaust. Þá kemur tími 4 hérna. Og þá myndum við hoppa upp í B1. Þá kemur við hérna B1 hérna megin. B1. En ef við ættum að stoppa bara alveg, þá sem sagt færum við í hingað, færum við í AA. Og það væri þá, ef S2 er virkjaður, þá fer ferillinn í upphafsstöðu. Og ef við myndum vera með S2 hérna, S2 hér, þá færum við það í upphafsstöðu sem er þá AA. Þannig að það eru 2 möguleikar. Ef það er ekki ýtt á S2, stoppið, þá fer þetta bara strax rauðljósið aftur inn og ferillinn gengur endalaust þar til að ýtt er á S2 og þá fer ferillinn í AA og bíður þar þangað til að ýtt er aftur á S1. Þetta er sem sagt þessi aðferð hér. Það er varðandi prófið í flæðiritinu og það verður þá eitthvað í þessum anda. Nú, það sem við þurfum að skoða líka, það er, ég hugsa að ég hafi þá bara í beinu framhaldi skynjaratækniprófið og við getum skoðað dæmigerðar spurningar á því. Þið erum náttúrulega búin að leysa væntanlega verkefni 6 sem að ég benti ykkur á áður. Og sjá, hérna hefum við verkefnið, hérna var innan, já. Og hvar erum við hér? Hér erum við með rauk 202, já. Og hér erum við með verkefni 6. Það er skynjaratekniverkefnið, það er námsefni og það er mælibúnaðar nemar. Bygging eintölu líka hérna. Þannig að það er þetta er bara spurning að svara þessu verkefni hérna og síðan að svara spurningum í prófi 3 þá úr þessu verkefni hér, verkefni 6. Og það er, getum við tekið svona dæmigerð æfingapróf og ég þarf að opna fyrir þetta. Þá sjáum við hér eitt
förum inn á það. Sjá, já, hérna. Og þá þetta, já, nýlegra próf og þá sem sagt spurt fyrst merki. Hérna ákveðin formúla til þess að reikna þetta út hérna. Og þá förum við yfir þetta. Þið skoðið þetta vel og vandlega og hérna sem sagt og svarið verkefni númer 6 ef það ekki þegar búin að því. Því það þennan mælibúnað að nema efnið. Og í verkefnunum fyrir 202, rög 202, þar erum við með þetta námsefni, sem sagt það er skynjatækni verkefni sjálft, sem að þetta verkefni hér. Og svo erum við með námsefnið sjálft, sem sagt það er bæði uppbyggingin, tölvu og mælibúnað nemar, það er allt efnið. Það er kannski gott að hafa líka þetta sem byrja bara á mælibúnað nema, minni ruglingur í að svara fyrstu spurningunum, að ná í það. Og þá er þetta mælibúnað nemar og þá sjáum við sem sagt til að svara fyrstu spurningunum í þessu, það er hér, eins og ég benti ykkur á áður. Það eru sem sagt merkin. Það eru strömmerki, spennumerki, stafrænmerki og tíðnimerki. En þetta eru þessi stöðluðu merki. Strömmerkin hérna, 4-20 og 0-20 mA. Síðan erum við með spennumerki 0-1 volt, 0-10 volt og -10 til +10 volt. Og 0-5 volta merkið, það getur vel verið að það sé búið að staðla það, en það var ekki komið allavega á síðan tíma. Og síðan þá kemur hérna truflanir og slíkt í framhaldinu. En fyrst er spurt þessi verkefni hérna. Það er hérna verkefni 6 úr heftinu uppbygging tölvu og mælibúnað nemar. Þannig að þetta hérna er efnið sem prófið úr og að spá í helstu kosti og galla og ég man ekki, kannski var ég búinn að opna fyrir einhverja lausn, ég þarf bara að skoða það. Hérna erum við með einuna. Já, hér er lausnin á þessu líka. Skynjaratækni, verkefni 6 lausn. Þannig að þið getið farið yfir það ef þið lendið í vandræði með að svara einhverju, þá er lausnin hérna líka. Þannig að hér erum við með lausnina og þið getið farið í gegnum hana. Svo að þá hérna sjáum við líka í lokin á þessu, þá er líka hitamælingar og R-breytin og svo er tekið dæmi hérna smá útreikninga á
sem sagt varðið þrýstinema, þá sýndir hérna útreikningar hér. Við höfum ákveðið merki gefið upp og það margfaldað sinnum svið og deilt með upplausninni. Við erum oftast með 12 bita upplausn og þá það talan 4095 og þá deilum við með upplausninni sem 4095 og í þessu tilfelli þá sviðið 4 bör og mælimerkið var 3072, sem sagt heiltalan, og þá þetta margfaldað saman deilt með upplausninni og þá var niðurstaðan 3 bör í þessu dæmi hérna. Og eins varðandi hitamælingarnar að þá ákveðið svið tilgreint hérna til dæmis frá 5 gráðum upp í 80 gráður og þá sviðið, hitasviðið, það sem sagt 80 mínus 5 eða 75 gráður. Mælimerkið hérna 497, þá margfaldum við sviðið og mælimerkið saman og deilum með upplausninni og þá þetta sem sagt hitastigsbreytingin sko, eða upp í meðan við þessa stærð hér, 2497. Síðan leggjum við 5 gráðurnar til þess að fá absolutt hitastigið, eða hitastigið hér. Já, það það, skoða það. Strákar, á að vera búið með skilundikerfi verkefni, þannig að verkefni 5. Við getum ekkert verið búnir með það. Nei, ok.
það var smá. Jæja, ég fæ nóg að gera við að klippa til myndbandið á eftir. Og síðan eru bara smá spurningar töluna sjálfa. Og þetta þessar myndir eru úr 3. kafla í bókinni sem við notum til þess að svara kaflaspurningunum. Þetta sem sagt relay útgangur og track útgangur og transistor útgangur efst uppi. Þið getið náðið þessar myndir sem sagt, en reyndar eru þær komnar í lausnina, þannig að þið þurfið ekki að ná í þær lengur. Svo aðalega bara fara í gegnum þetta verkefni og reyna að átta sig á því og síðan er þessi æfingapróf sem að ég ætla aðeins að renna í gegnum. Það er þá það er hér, það er þetta sem sagt það er verið að spyrja stöðluð rafmerki og hverjir helstu kostir stöðlumerkisins 4-20 milliampere og það er sem sagt að það er hægt að tryggja vöktun á sambandi milli staða þannig að ef þetta dettur úr sambandi þá verðum við strax vör við það. Þá er ekki lengur lágmarks straumur í gangi sem sagt þessi 4 milliampere. Þá kemur það strax í ljós. Já, þó að mælimerkið sé 0 að þá er samt sem áður þessi straumur 4 milliampere í gangi ef allt er í sambandi. En síðan í 1.2 þá hvað samsvarar tölgildi 1280 mörgum milliamperum í 4-20 milliampere straummerkjabreytu og þessi 12-bitabreytan gefur okkur hæsta gildið 4095. Þess vegna notum við það hér og þetta tölgildi 1280 það margföldum við með sviðinu sem er á bilinu frá 4 milliamperum upp í 20, það er sem sagt 16 milliampera svið og deilum við upplausninni og síðan leggjum við lágmarksstrauminn 4 milliampere og þá fáum við út að 9 milliampere eru þá á ferðinni. Þannig að þetta er svona skölun. Já, nú stýristrengir og truflanir. Það er verið að spyrja þarna í kaflanum þessum fara í þann kafla örlítið að hér eru truflanir í köplum og sérstaklega í stýristrengjum og slíku. Þannig að hér er aðeins talað coax, það er nú mjög lítið notað lengur. Það eru frekar svona skermaðir kaplar sem er með nokkra leiðara inn í. Og skermingin, sem er utan kaplarinn, hún er stundum að leiða svona bilanastraum eða suð eða truflana tíðni einhverja. Þetta ætlum við að reyna að losna við með því að tengja skerminn helst bara öðrum megin og þannig að hann virki eins og loftnet, eyði truflunum niður í jörð. Það getur komið upp ef að er tengt í báða enda að við fáum straum eftir skerminum alla leið og valdi þá truflunum á mælimerkinu. En þá reynum við að koma í veg fyrir það
með því að slíta þessa leið í sundur. Í versta falli þá getum við gert það með einangrunarmagnara sem býr bara til nýtt merki úr því sem maður fær inn á sig hérna. Og þá getum við haft skerminn frátengdan öðrum megin en tengdan niður í mínus til dæmis við mælibúnaðinn annars vegar og hins vegar við nemann getum við tengt skerminn við málumgerð og síðan einangrunarmagnarinn, hann jarðbundinn þá líka með skerminum en ekki lengra. Þá þið ótengt hérna frá einangrunarmagnaranum. Svo að hann náttúrulega notaður einangrunarmagnarinn þar sem miklar truflanir í umhverfinu. Það kraftrásir, sem sagt stóri strengir og geta valdið bæði rafsegulsviðstruflunum og það samt reynt að hafa stýristrengi í ákveðinni fjarlægð og helst einhvern veginn þá afskermaða frá kraftrásarstrengjum. Það þá í svona lagnabökkum reynt að einangra það frá. Og það var varðandi þetta atriði hérna í spurningunni stýristrengina og það spurt hérna hvaða truflanavandamál getur orsakast af skermingu á skynjunarköflum þegar annar endi skermingar tengdur til jarðar og hinn ótengdur. Þá getur þetta verið truflanir vegna straums eftir skerminum í gegnum rýmd til jarðar. Og það var hérna í þessu að þá gæti þetta farið hérna í gegnum þessa rýmd hérna ef að mælibúnaðurinn til dæmis hann væri einangraður frá jörðinni. Þá gæti þetta farið í gegnum rýmd til jarðar. En skulum skoða hérna áfram. Hér þéttleika, IP-tölu og þá spurt hvað þar þéttleikin IP68 þola erfitt umhverfi. Og þá við með hérna í lokin á þessum kafla, þá við með flokk á þéttleika á rafbúnaði. Þannig að fyrritalan rykþéttleikinn og seinni talan vatnsþéttleikinn. Þannig að IP68 það sem sagt, það verður alveg rykþéttur og síðan verður það skilgreint í hversu mikilli dýpt að búnaðurinn mætti fara í. Það sem sagt, hann þarf að vera þéttur gagnvart þeirri dýpt sem skráð á hann. En ef þetta væri IP67 þá mætti búnaðurinn fara í 1 meters dýpi áður en að þannig að það kemur þá ekki vatn inn á hann við þær aðstæður niður á 1 metra. En í IP68 þá skilgreint niður á hvaða dýpi í metrum að búnaðurinn má fara. En annars þekkjum við þessar merkingar IP56 eða eitthvað slíkt og þá hérna það til dæmis skvettvarinn eða búnaður sem má vera óvarinn þannig á skipi þar sem að gæti búist við einhverju vatnsgangi eða sjógangi og það svona munur á milli IP 54, 55, 56. Þetta svona mismunandi þéttleiki gagnvart vatnin aðallega. Að fyrst svo sagt í 3 þá þetta bara svona rigningarvatn ofanfrá, beint ofanfrá og síðan skvettvörn hérna í númer 4 frá hvaða átt sem og síðan í IP55 að þá það hérna svona sprautuvarið
og IP56 eða 66 að þá erum við með búnað sem á skipi og það má ekki koma neitt vatn inn í hann. Hann náttúrulega ekki á neinu dýpi en hann þannig að það getur komið skvettur á hann alls staðar að en hann að geta þolað það. Og síðan IP67 þá það einsmetastýpi sem búnaðurinn má komast niður á þess að fara vatn inn í hann. Og IP68 það þá skilgreint á hvaða dýpi hann má fara. Ok, þetta var flokkun á þéttleika rafbúnaðar og svo höfum við hérna fleiri úr þessu efni. Við erum með kraftmælingar og það spurt á hvern hátt og með hvaða búnaði komið í veg fyrir skekkjur í spennumerki af völdum hitastigbreytinga á átaksblökk við spilkeðju. Og þar sem við erum með þannema, þá þeim komið þannig fyrir að núlli út hitaáhrifin. Maður að skoða það hérna, förum við lengra hérna, kraftmælingar hér. Og þá erum við með þetta stykki hérna, þar sem óvirkur þannemi og hann settur þá inn í svona brú og ef það verður hitastigsbreyting þá leiðréttist það með þessum óvirka þannema. Þannig að þó að efnið við hitastig eykist þá stækkar efnið, það þenst út og þá eykst viðnámið bæði á ofanverðu og neðanverðu í brúnni. Þannig að það á ekki að hafa áhrif á mælinguna. Mælingin verður bara út af toginu sem verður á stykkið. Já, hlaðis að með okkur átt okkur á þessu smá. Og þá ætlum ég að halda aðeins áfram með þetta efni. Við förum hérna í stöðumælingar. Þannig að hérna var svarið að þannig komið fyrir á stykki í mælibrú sem að núlla út hitaáhrifin. Og síðan eru stöðumælingar hérna. Og það verður að spyrjum hérna að muna á merki frá afstæðum stöðugjafa og hins vegar raunstöðugjafa. Og þá skoðum við það hérna. Hér erum við með stöðunema. Og hér hefum við raunstöðugjafa. Hann með svona skífu þar sem við erum með ákveðinn kóða og það eru ljósdíóður sem að lýsa í gegnum þennan disk. Og
við fáum ákveðin kóða út úr þessu ákveðið tölgildi eftir hvað eru við stattir á hringnum. Þetta svona frekar fyrir hægar breytingar kannski og það endurtekur sig alltaf talan. Þannig að við teljum kannski ekki mikið með þessu nema bara við fáum stöðuna, svona raunstöðu á hringnum. En afstæðisstöðugjafinn, það er hægt að núlla hann í rauninni hvar sem og hann gefur okkur sem sagt, við getum verið með A og B púls og síðan sem sagt svona Z-púls hérna sem gefur okkur upplýsingar hvaða púls á ferðinni þegar að hann kemur inn. Og þannig að þessi hérna meira notaður allavega þegar við erum með hraðastýringar og mótora. Og það er kannski meiri snúningshraða kannski frekar heldur en þetta hérna kannski hægari breytingar og svona upp á nákvæma stöðu sem sagt. Þó það sé náttúrulega líka hægt að gera hér en það sem sagt hér hægt að núlla sem sagt talninguna á þessu kerfi hvernig sem en það ekki hægt að núlla, hér bara ákveðin tala sem þá sem einhver upphafspunktur í raunstöðugjafanum. Svo þetta sem sagt munurinn að raunstöðugjafinn, hann gefur frá sér kóða, til dæmis eins og greikóðan, en afstæðisstöðugjafinn gefur frá sér A og B púls með 90 gráðu fasviki. Það sem sagt, hér það bil 90 gráðu fasvik hérna milli útgangsmerkis A og B. Sjáðu að þegar þessi hérna komin upp og komin svona hálfa leið hérna í hástöðunni þá byrjar þessi hér við það bil 90 gráðu fasamun á milli þeirra. Og síðan spurningar varðandi útgangsmerki og mælingar í þeim hérna. Hvaða gerð af skynjara á myndinni hérna til hliðar. Þarna sjáum við að álagið tengt upp í plús, þannig að þetta NPN útgangseining hérna á skynjaranum. Og þá það NPN og þetta tákn hér sýnir að hann normally closed. Það sýnt normally closed snerta. Og ef að hér væri normally open snerta þá væri það bara normally open hér sko. Og ef að álagið væri tengt niður í mínus þá væri við með PNP. Og þá það hérna áfram hverjir helstu kostir náldarskynjara með hálfleiðara útgöngum að þeir náttúrulega verða ekki fyrir vélrænu sliti á rofbúnaði. Þetta náttúrulega mismunandi gerðir af þessum skynjurum og við sjáum hérna eins og þessa hér, þeir óskermaðir, það þá þeir mega ekki skrúfast alveg við festistykkið, við endana. Það þarf að vera frjálst svæði hérna í kringum endana á þeim. En hins vegar skermaðir, þeir geta skrúfast alveg slétt í festistykki. En þá þeir ná ekki eins löngu skynjunarsvæði hérna fyrir framan sig. Því að
til dæmis ef þetta verður spanskynjar þá nær segulsviðið ekki eins langt hérna út. En það nær lengra hér vegna þess á óskýrumlaðin vegna þess að við fáum þá segulsviðskraftlínunar hérna út til hliðana líka og þá nær hann að skynja hlut úr meiri fjarlægð þegar hann er óskermaður. En þetta fyrir allt eftir aðstæðum hvað er heppilegt að nota skermaðan eða óskermaðan. Og hér hefur við þá sem sagt aðeins rýmdarskynjara og það er spurt hérna hverju vinnslufjarlægð rýmdarskynjara háð þegar mismunandi efni er að ræða og þetta er háð næmni stuðli viðkomandi efnis. Og við höfum hérna ákveðin næmnistuðul hérna í töflu hér fyrir neðan, þetta er næmnistuðul viðkomandi efnis og hér höfum við sem sagt formúluna fyrir vinnslufjarlægðina. SA er SN sem er skynjunarfjarlægð og FC er svo næmnistuðullin. Þannig að svo er sýnt hérna sýnindæmi þetta. Nú, ég hérna er hér með aðra spurningu af hverju er ekki hægt að skynja olíu gegnum plexigler með rýmdarskynjara og við sjáum það þá hérna að hér er plexigler með næmnistuðulinn 0,3 en olían er bara með næmnistuðulinn 0,2. Svo að við skynjum plexigleri miklu frekar heldur en olíuna. Þannig að ástæðan er svo að plexiglerið er með hærri næmnistuðul en olían. Það er sem sagt, já, vegna þess að næmnistuðul plexiglers er hærri en olíu. Það er náttúrulega svarið. Nú, varðandi spanskynjara, þá er spurt hvers vegna hefur 24 V DC spanskynjari hærri roftíðni en 230 V spanskynjari. Það er vegna þess að 230 V skynjarinn, hann er bundinn tíðni rafstraumsins til þess að loka straumnum í gegnum týristorinn, þá þarf hann að fara í gegnum núllpunktinn og þess vegna er hann miklu hægvirkari heldur en 24 V DC spanskynjari. Það er bara, þetta er lágspenna með transistor og þetta loka transistornum hvenær sem er. Við sjáum hér að hér er talað þetta að skynjar með DC transistorútgangi hafa roftíðni alltaf 5000 riðum en skynjari fyrir AC með týristora útgangi hafa 25 riða roftíðni. Aðeins 25 Hz. Það er alltaf mikill munur á því að við erum 25 Hz og 5000 Hz sem að DC transistora útgangar geta unnið á. Það geta slökkt og kveikt og þess vegna er mjög gott að nota skynjara með transistora útgangi í skynja snúningshraða. Og svo er spurt hérna hver að eftirfarandi fullyrðingum er rétt og hér er þetta að hefðbundin spanskynjar ál úr minni fjarlægð heldur en járn því að járni hefur meiri áhrif og þá nær hann að skynja járni úr meiri fjarlægð. Þetta getum við gert líka sem sagt með tilraunum en það eru líka gögn sem að styðja þessa fullyrðingu hérna. Álið hefur miklu minni áhrif sem sagt á spanskynjara og þess vegna þurfum við að koma með álið nær honum heldur en járnið. En hér erum við þá aðeins með útgangsrásu námdaskynjara meira að það er spurt hvaða spenna mælist á útgangi PNP skynjara sem er normally closed
þegar hann skynjar hlut. Og ef við vitum á PNP rás, sem reyndar hérna bara beint fyrir neðan, að þá sjáum við hér ef við mælum frá merki og niður í mínus, að þá eigum við að fá straum hérna gegnum transistorinn alltaf. En ef hann skynjar hlut, af því hann normally closed, þá rýfur transistorinn strauminn frá plus. Þannig við fáum engan straum lengur hérna gegnum transistorinn og hér, ef það engin straumur gegnum þetta ljósdíóð, þá bara engin spenna, 0 volt spenna. Og þá rétt að svarið hérna 0,1 volt þegar hann skynjar hlut. En þegar hann myndi hætta að skynja hlutin, þá myndi við ekki vera með neitt merkið inn á, eða þá kemur engin straumur hérna í gegnum beisinn og býtum við. Hann normally closed, þannig að þá venjulega hann í leiðinni, transistorinn. Þá myndi hann aftur fá straumleiðinni gegnum transistorinn og þá myndi við fá leiðinni frá plus og hérna út á merkið. Þá væri hann alltaf að gefa hérna 24 volt spennu með mínusinn. Þar til að hann myndi skynja hlut og þá myndi hann rjúfa strauminn og þá dytti spennan úr 24 voltum niður í 0 þegar hann skynjar hlut. Hér síðan aðeins meira 230 volta nándarskynjara og hér höfum við hvíldarstraum í mín sem að hann þarf að vera með. Skulum aðeins líta á það, af hverju það er. Hér höfum við rásina fyrir 230 volta skynjara og skynjunarrásin, hún tengt hérna vinstra megin við og gefur sambandi inn á týristor hérna. Og hún þarf einhvern smá stýristraum. Þessi stýristraumur kemur hérna frá netinu, fer í gegnum þessa afreiðisbrú hérna og það kemur örlítið straumur inn á hana. Þannig að við þurfum einhvern mín straum hérna í rásina til þess að skynjunarrásin sé alltaf virk. En þetta ekki það mikill straumur að þessi segulrófi komi inn. Bara rétt smá straumur fyrir skynjunarrásina. Síðan þegar að viðkomandi skynjari hefur skynjað eitthvað og gefur þá sambandið á gate hérna, þá opnar týristorinn fyrir straum hérna í gegnum segulspólu. Þá fer straumur annarkot gegnum D1 og hér áfram gegnum D4 eða í gegnum D3 gegnum týristorinn og í gegnum D2 og hérna út. Þannig að þetta þá rauðstraumur hérna sem að díóðbrúin afreiðar fyrir týristorinn og náttúrulega fyrir skynjunarrásina. Og þessi lágmarksstraumur þarf að vera í gangi alltaf, þrátt fyrir að þessi týristor sé ekkert að gefa samband þegar hann skynjar ekki hlut, þá náttúrulega gefur hann ekki samband. En það verður að vera smá straumur fyrir stýrirásina, eða skynjunarrásina. Og þá hérna segið hérna, vegna þess að annars verður skynjunarrásin óvirk ef þessi í mín straumur væri ekki í gangi. Ef við værum með stýriliða eins og Easy, þar sem við með hátt inngangsviðnám, þá bara nær þessi straumur ekki að renna. Þá verður skynjunarrásin alltaf óvirk. Þess vegna, ef við þurfum að tengja inn á svona háóhmska innganga, innganga með hátt viðnám, þá þurfum við í rauninni bara sér seguliða sem að höfum bara stýrirásina þannig að við tengjum þetta inn á segulspóluna og svo þyrftum við bara að vera með snertu frá þessari segulspólu sem sagt, tengist inn á snerturnar hérna, mekanist,
og það myndi gefa samband inn á inngang á stýrilegan sem væri með hátt inngangsviðra. Þannig við notum bara auka spólu í það með snertu. Og þá hægt að hafa mín straum inn á þennan skynjara í gegnum spóluna í segulliðan. Svo höldum við hérna áfram. Hér við að teikna útgangsvans. Ég held að við hafum nú kannski ekki þann tíma í þessu prófi til þess að gera þetta, þannig að ég held að þessari spurningu verði sleppt. En það myndum við frekar gera þetta beint á blaðið á staðnum. En svo koma hérna hitamælingar. Aðeins að setja hérna 106.
Jæja, við erum búin að leysa vandamál þarna hinum megin. En varðandi hitamælingarnar, þá erum við með PT100 sem gefur ónákvæmustu mælingu á hitastigi og við erum með tveggjavíratengingu. Það er það sem gefur ónákvæmustu mælingu. Ef við erum með þriggjavíratengingu og jarðtengingu í því, þá erum við með leiðréttingu fyrir lengdinni að hitanemanum í leiðaranum sem sagt frá mælistaðnum og að mælitækinu. En fjögurravíratengingin hún er nákvæmust í þessu. Við sjáum þetta hérna í hitamælingakaflanum, seinna hitastigsmælingar, sem að það er fyrst verið að sýna hérna varðandi grunnatriði varðandi hitanemana, hitarafgana, en svo er hérna viðnámshitaskynjarar og hérna er fjögurravíratengingin. Þess að við sendum mælistraum hérna í gegnum neman og við fáum spennufall tilbaka sem sagt inn á mælitækið. Svo er til þriggjavíratenging eins og þessi hér, að þá fáum við sem sagt spennufallið sem að er að ofanverðu, það upphefst hérna í neðri hlutanum í mælibrúnni. Það bætist við jafn hátt viðnám að ofanverðu og neðanverðu brúnni þannig að það núllast út. Auka viðnámið sem er í vírnum frá mælitækinu að mælistaðnum. En tveggjavíratengingin hún er alltaf myndi verða ónákvæmust því að þá erum við með allt viðnámið aukalega í vírnum að mælitækinu frá skynjaranum. Það bætist við skynjaran sjálfan. En þá eru fleiri spurningar hérna úr hitanemamerkinu. Hér erum við með spurningum með hitarafaka tengdu við R-breyti og við erum með hérna leiðréttingu fyrir hitasbreytingu við köldutenginguna. Og við þurfum aðeins að líta á R-breytin til þessu. Hér erum við með R-breyti inn í þessum tengihólfi hérna og innihaldið á R-breytinum er svona að það tengjast alls konar skynjarar við R-breytin og hér er hitarafaki. Hitatengingin er hérna til vinstri, þessi punktur hérna, en mælitækið, þar er internal cold junction compensation. Það er leiðrétting fyrir hitastigsbreytingu á köldutengingunni og þá er hérna ef að hitastigið í vélarrúmi myndi til dæmis hækka en mælistaðurinn væri áfram sá sami og þá minnkar munurinn á þessu gildum eða á hitastigsmunurinn verður minni, þar leiðandi verður spennan minni á milli eða spennan lægri hérna við innganginn hérna 4 og 5 við mælitækið. Þannig að það lækkar, ef að hækkar hitastigið við mælitækið, að þá lækkar sem sagt mælimerkið. En hér er spurt annars vegar hvað áhrif hefur það á mælistærð ef leiðrétting fyrir hitastigsbreytingu við köldutenginguna bilar og hitastigið lækkar á köldutengingunni. Ef það lækkar á köldutengingunni þá verður munurinn ennþá meiri frá mælistaðnum að mælitækinu. Það er meiri hitastigsmunur og þá myndi mælistærðin aukast. Þá hækkar hitastigið á skjánum. En ætti ekkert að gera það ef að
leiðréttingin væri í lagi. Þessum lýsingum nú sleppt. Þetta það mikið teikni og við náum betra að taka svona próf bara í skólanum, en það verður ekki í skólanum. Þetta verður náttúrulega heimapróf í gegnum innuna. En svo meira varðandi R-hérna. Við erum með tengingar 1 og 2 á R-breytunum. Það þessi hérna tenging 1 og 2 og þetta fyrir staðlaða straummerkið 4 til 20 milliampere. Og þetta straumrás fyrir samskiptaleiðir og útgangsmerki. Útgangsmerkið 4 til 20 milliampere. En samskiptaleiðirnar, það þetta communication hérna, com. Það svona að tala samskiptaleiðir, com hérna. Þetta að ná sambandi við minnið hérna og örgjörðan og það allt saman. Og svo spurt hérna hvert hlutfall 4 milliampere straumgjafans í R-breytunum. Það stendur hérna, þessi 4 milliampere hér, að hann tekur þá alltaf lágmarksstrauminn. Hann dregur alltaf lágmarksstrauminn sem þarf að vera í gangi. Þegar ef við erum bara með 0 á mælimerkinu, þá erum við samt með 4 milliampere í gangi þess að sýna það að tækið sé í sambandi og við þurfum að nota þetta afl sem kemur inn út af þessum lágmarksstraum. Við þurfum að nota það í mælirásirnar sem hérna fyrir inngangana, fyrir alls konar skynjara. Eins og til dæmis við þurfum að senda hérna 0,2 milliampere straum til dæmis inn á rásir hér, skynjararásir. Og svo höfum við hérna þessar 2 spurningar hérna í lokin. Við erum með hitanefa sem mælir hitastig á ferskvatni frá aðalvél og hitaneminn tengdur við R-breyti sem sendir 4 til 20 milliampere straummerki inn á eintöluna. Og eintölunan breytir straummerkinu í heiltölu á sviðinu 0 til 495. Þannig að þetta 495, þetta sem sagt samsvarar hæsta gildinu í 12 bita breytu. Hitasvið nemans var ákveðið frá 30 gráðum upp í 120 gráður á Celsius. Þannig að mismunurinn á þessum 2 hitastigum sviðið. Og hvaða hitastig á ferskvatninu, hvað hitastig á ferskvatninu ef tölugildi frá eintölunni 2730. Og við þurfum að margfalda saman merki og sviðið. Merkið var hérna 2730 og sviðið 90. 90 vegna þess að við drögum 30 frá 120 gráðum hérna. Þetta standa 90 gráður. Og svo deilum við með upplausninni í þessa margfaldun hérna. Fáum út einhverja hitastigsvetningu sem við leggjum við 30 gráðunar hérna. Og endum hérna í hitastiginu sem þá 90 gráður á Celsius. Þá það mælistaðurinn sem raunverulega með 90 gráður Celsius. Hér neðar þá erum við með dæmi þrýstimælingu á ferskvatni. Hún gerð með þrýstinema sem hefur sviðið -1 til 5 bar. Og við -1 bar gefur okkur 4 milliampere. Við 5 bar gefur neminn okkur 20 milliampere. Svo sendir eintölu upplýsingar merkið á heiltöluforminu 0 til 495. Og hvað mikill þrýstingur á kerfinu ef ranngildið 1025? Þá þurfum við að margfalda mælimerkið sinnum sviðið sem þá 6 bar frá -1 bari yfir í 5 bar. Það í heildina 6 bara svið.
Og svo deilum við með upplausninni 4095 og að lokum þá þurfum við að draga frá -1 bar og af því að skynjarinn frá -1 bari til 5 bara og þannig að við erum með 6 bara svið en við draugum 1 bar frá til þess að fá rétta niðurstöðu svo. Og þegar við erum með töluna 1025 þá erum við að mæla 0,5 bör. Þá bara setja þetta inn í reikninginn og finna þetta út. Síðan erum við hérna með uppbyggingu iðntölvu og það svona ekki eins og var hér. Við erum komin með eins og þessa hérna, þá erum við í rauninni með þessa mynd hér en ég fer ekki að spyrja út á þessu hér vegna þess að þið eru kannski ekki endilega með þessa upplýsingar en það er svona almennt kannski tölvubúnað annars vegar. Og það spurt ég það hvað búnað þarf á iðntölu til að tengja línulega mismunarspennu við hann. Það þyrfti náttúrulega þá spennugjafa, örgjörvaeiningu og hliðræna inngangseiningu. Við sjáum hérna línlegu mismunarspennir var hérna til framalega í þessu efni. Hann var hann hérna. Línlegu mismunarspennir og við sjáum hérna að hann þarf spennugjafa, aflgjafa fyrir forvafið og það gefur ákveðna tíðni og síðan þurfum við að tengja spennuna inn á inngang á iðntölvu og það þarf iðntölvuna að vera náttúrulega með örgjörvaeiningu og inngangseiningu hliðræna. Þannig að við þurfum spennugjafa, örgjörvaeiningu og hliðræna inngangseiningu, til dæmis pluss mínus 10 volta inngang. Og síðan hérna í 11.3 hvaða búnaður notað til að einangra milli 230 volta kerfis og innri rása iðntölvu þegar 230 volta útgangseiningur að ræða. Þá notað svokallað ljóstengi eða á ensku optokúplur sem einangrar innri rásir PLC frá ytri rásum. Og þetta sjáum við náttúrulega hér. Hér þessi ljósdíóði hérna sem lýsir á ljósnaman flöt hérna á tríak inn í þessum kubb sem við kallaði ljóstengi. Og síðan spurt hérna hvað mismunandi hlutverk hafa vistföngin. Já, þetta er eldri vél sem við erum ekki með, þannig að þessi spurning á ekki við lengur. Við erum með önnur númer núna á þessu. Það voru systembitar, þannig að við sleppum þessu hérna. Og hér spurt að skrifa 3 tegundir útgangseininga iðntölvu við þessar myndir hérna. Það náttúrulega transistorútgangseining og við erum með triac útgangseiningu. Og já, við gætum náttúrulega líka verið með rafeiningu, hún hérna fyrir neðan. Þetta bara rafleiða útgangseining. Þá
bara fyrir ykkur að reyna að undirbúa okkur með því að svara þessu verkefni 6 og fara svo í gegnum þessa spurningar. Þannig að hér verkefni sjálft og svörin voruð hérna í þessu hér. Já, það var í prófinu, en svörin við verkefninu voru líka hérna. Hérna. Og þetta undir efni í innunni. Bæði þetta verkefni með svörunum og verkefni sjálft. Þannig að næsta mánudag þá ætlum við að vera með próf sem sagt í flæðiritinu og í mælbúnað og nema. Við erum alltaf með svolítið langan tíma eftir hádegi í þessu. Svo ég vona að það gangi upp. Já, hvað segirðu? Þá gildi það 35%. Já, samtals. Þetta gildi 10% og við lítum aðeins á það í innunni hvar það hérna talað Sko, í vitunu þá erum við með próf sem sagt 2 sem að hefði átt að vera í dag ef við hefðum ekki lent í þessu veseni með sýndarvélina og það allt saman. Sjá, það hérna. Þetta annar áfangi. Já, þetta annar áfangi. Sjá. Hérna, þessi áfangi hér. Hér erum við með þetta. Við erum með Já, það 10% fyrir próf 2 og 25% fyrir próf 3. Þetta annar hópur í þessum... Ja, það er nýtt hérna, nýr áfangi. Það nýr áfangi, já. Já, sem að þið sleppið við að taka. Það Rauði krossinn 1 og 2 saman, eða ekki? Nei, það er öðruvísi, sem sagt. Nei, það var samvæntið rafviðtækni. Þetta það bara búið að hérna, breyta sem sagt, að fór hluti af tímanum eða einingum frá rafeindatækni, hún var minnkuð, yfir í Rauða krossinn almennt. En þið eru að taka próf í gamla áfanganum, RÖG 202. Þess vegna þetta bara því miður einu sinni í viku. Það hefði komið betur út að hafa þetta 2 sinnum í viku, þá hefðum við getað bregðist við vandamálum sem kom upp varðandi sýndarvélina aðeins fyrr. Því að við náðum að byrja í nýja áfanganum, í seinni áfanganum í RÖG 200 á föstudaginn. Þannig við erum aðeins komin af stað aftur með því að nota tölvurnar hérna í stofunni. En allavega að þá var ég að hugsa að taka bæði þessi próf 2 og próf 3 á næsta mánudag sem 30. Passar það ekki? Þá var ég já, það 30. Því við erum bara með þetta einu sinni í viku, þá þetta svolítið aðþrengt hjá okkur. Og síðan bara þá próf 4, þá það bara úr öllu efninu. Já, á svo ekki að skila svona verkefnahefti eða vinnubók? Já, það hérna ferilmappan. Þá reynið að setja inn öllu verkefnin sem að við höfum verið að gera. Og það svona, sem sagt, já, við hugsa mér að 60% af því væri sjálf verkefnin, en síðan væri
ítarefni, aðeins upplýsingar mismunandi tegundir skynjara, það verður 20%, og síðan upplýsingar mismunandi tegundir iðntölu, það verður 20% í viðbót. Þannig að ef við myndum setja inn þá aðeins skynjara og iðntölur, að þá fengjum við meira fyrir möppuna. En þið getur bara tínt inn öll verkefnin eitt í einu inn í þetta. Það allt í lagi að fá bara efnisyfirlit í einu Word-skjali, það allt í lagi líka. Bara til að vita hvað þið eru með. Það gott að hafa yfirlit á einum stað. En síðan varðandi síðasta prófið, þá getum við bara rétt aðeins rennt yfir það, hvernig það gæti litað út þá þar og eftir, því að við höfum einnig bara þann tíma, 30. nóvember, og síðan kemur viku þar og eftir 7. desember. Spurning hvort ég gæti eitthvað að fara í byrjunina eða í lokin á deginum yfir eitthvað með ykkur. Það verður bara komið í ljós, en ég á nú ekki von á því, yfirleitt eru menn að nota allan tíman í þetta. En aðeins að líta á hvaða efni væri þá fyrir síðasta prófið, fyrir 7. des. Þá myndum við fara aftur í efnið. Ég ætla að opna þá fyrir æfingapróf 4 Svo sjá. Þá svona smá æfingapróf Svona. Þetta svona aðalega bara úr þessum, þetta nú bara rökkrásarrit, þetta bara með ESC-táknunum, við erum með ákveðna rás Við bara breyta þessari rökkrásarmynd yfir í stigaritt. Hérna erum við bara með neitun á A-inngangi, síðan með hliðtengingu OR fyrir B, síðan raðtenging við C og raðtenging við D. Það fer bara út á S-útgang og síðan kæmi bara reset einhver inngangur sem heitir R og færi út á útgang sem að veri reset á Q1. Þannig að þetta set Q1 og reset Q1. Það eru 2 útgangar í rauninni. Eins og við göngum frá því í stigariti. Og svo eigið þið náttúrulega úr verkefni 3, þá eigið þið svona tvístöðuregli. Og úr fleiri verkefnum. Þá bara setjið tvístöðureglu upp og þá þetta raungildi 1 borið saman við 45 gráðu eframark og 37 gráðu neðramark. Þetta próf 4? Já, þetta próf 4, já. Þetta æfingaprófið, eða ekki? Já, þetta bara æfingapróf, já, akkurat. En þetta svona að sýna hvað það gæti hugsanlega komið í þessu, að setja upp svona tvístöðuregli til dæmis. Og að breyta einhver svona rás yfir í stigaritt, svona rökrás í stigaritt. Og síðan bara aðeins að fylla inn í svona tilbúið forrit, að rás með tímaliða og teljara, að aðeins að tengja þetta saman. Hér rás með tímaliða og teljara, þannig að við mátt okkur á því hvað við ættum að setja hérna inn. Og hér svolítið lýsing á því hvernig þetta ætti að virka. Við varum að setja merkja snertuna við IN hérna, IN hérna. Merkja snerturnar með viðeigandi hætti og rásin á að virka þannig að teljarinn telur í hvert skipti sem útgangurinn á tímaliðan verður virkur. Þá þessum tímaliða hérna, þá hérna merkt saman tími 1 liðinn, það kemur hérna inn á teljara, tími 1 liðinn.
Og þá þegar hann er komin í 5 skipti þá hættir tímaliðin á fá merki. Þegar hann er orðinn fullur, þetta er tímaliðin, já, tími 1 er liðinn. Og þá er hérna, í 5. skipti þá verður þessi útgangur virkur, teljari fullur og þá myndum við væntanlega bara setja það merki, teljari fullur, hér, þannig að hann myndi þá hætta að gefa merki hérna inn, því það er neitun á þessu hér. En til þess að þessi hérna fái merki inn, gangsmerkis, þá verðum við að setja út 1 hér. Og þannig að þessi með neitun hérna, tími 0,1 liðinn, með neitun hér, þannig að hann fær alltaf merki hérna, háttgildi á út 1, meðan að tímaliðin á að vera í gangi, sko. Þetta er seinni inn tímalið, T-on. Þannig að hann tekur tíman og svo að tíminn er liðinn, þá verður þessi hérna virkur. Hann tekur þennan úr sambandi, þessi dettur út í augnablik og tíminn liðinn, það gefur okkur merki inn á teljarann hérna. Þannig að þegar að þetta merki dettur út, þá missir inngangsmerkið sambandi í augnabliki, svo að hann byrjar aftur að taka tíman þegar að þessi hérna hefur þá hætt að gefa merki þegar þessi var virkur, tók hann strauminn af þessum hérna, þannig að þessi dettur út og innmerkið fer út og þá verður þessi aftur 0. Þegar þessi verður 0, þá verður tími 0,1 í það snertan 1 út af neituninni og þá verður út 1 aftur hár og þá verður þessi hérna hár og við fáum aftur merki á inn og hann telur sig aftur upp seinni inn tímaliðin þar til að tími 0,1 verður virkur og þá slekkur hann hér og þannig að gengur þetta alveg koll á kolli. Þar til að teljarinn er orðinn með tölugildi 5 hérna og þá er komið háttgildi hér, teljari fullur og það er teljari fullur hér, það myndum við tengja hér inn á og ef það er háttgildi hér þá er láttgildi hér, þannig að þá stoppar hann þetta að tímaliðin fara að taka tíman. Og það er settið stopp þar til að verður ítt hérna á reset. Þannig að eina sem þið þurftuð að merkja við hérna í þessu var að setja út 1 hér á normally open snertuna fyrir framan EN og teljari fullur á þessa normally closed snertu hérna. Það er bara að merkja þetta tvennt. Það var málið. Ok, eitthvað fleira? Hér er bara einhver einföld rás að við höfum að teikna stigarit eftir virkni flæðiritsins. Og þá er það bara einhvern veginn þannig að það er upphaf hérna, það er S1 startráði, setur inn dælu með set og setur inn færiband. Það getur verið að það getur verið Q1 og Q2 og síðan kemur einhver endstoppsróði hérna. Og það er tími á því. Þegar að tíminn er liðinn, að þá stoppar færibandið og dælan og þar fer annar tími í gang og svo bara hoppar hann hérna aftur upp í upphaf. Þannig að það er bara einfalt stigaritt af þessu hérna. Þannig að það gæti orðið kannski eitthvað mjög einfalt stigaritt sem er að teikna upp frá svona flæðiriti. Smá virkni
sem við setja inn sem stigarit út frá svona flæðiriti. Þannig að í þessu hérna þá í rauninni bara útgangurinn á tímaliða sem að gefa merki inn á reset á dælu 1 og reset á færibandi. Og það geti kannski komið inn einhver innri útgangur sem að gefa samband á tímaliða eða sá tími liðinn að þá getum við aftur þá ræst hérna með start einum. Sett dælu og færibandi aftur í gang. Já, þetta einfaldlega svona örlítil stýring. Það bara að munið eftir því að það þarf alltaf að setja einhverja snertu úr innri útgangi eða ytri útgangi fyrir framan tímaliða, svo að tímaliðin telji. Það þarf að hafa í huga. Svo að ég hugsa að ég geti náttúrulega skellt þessu fyrir ykkur í stigarit. Og setjum hérna nýtt. Og þá við með hérna start S1. Og það það bara I1 sko. Og þetta færi bæði á dælu og færiband. Set 1 og set 2. Svona. Og þá merkjum við þetta hérna dæla eða færiband. Og síðan kemur einhver endurstofnsflói sem að fer inn á tímaliða. Við getum sagt þetta þá B1 og við setjum það á inngang 2 og við merkjum hann B1. Inngangur 1 var start 1. Og þetta nándaskinjari hérna eða einhver marklóði B1. Og hann tengir inn á tímaliða. Það 5 sekúndur. Og þetta seinni. Hérna 0,5 og X hérna og þetta sekúndur efst upp í hérna S. Og þá skrifum við bara hérna í komment 5 sekúndur. Og eftir að þessi tími liðinn að þá resetast dælan. Þetta ekki rétt, það hérna Q1. Þetta var dælan. L1, já, það að vera hérna megin. Reset, Q1. Hvað byrjum við? Hvernig lendir þetta hérna? Já, eftir ákveðin tíma, þá þetta tímaliða snertan hérna. TT1 ætti að vera. Og hérna lendir þetta á reset, Q1 og reset á Q2. Færibandi fer líka þarna út.
við með endastopp, það kemur hérna á endastopp, þá ber það inn á tímaliða í 5 sekúndur og þegar tíminn er liðinn þá detta bæði þessi út en ég þarf að halda inni einhverjum innri útgangi. Ég hef bara sagt hérna M1 til dæmis og tengt það hérna við. Já, hann þarf að vera með set M1, ok. Og M1 hérna, hann þarf að vera með snertu hér og inn á tímaliða og þegar sá tímalið er búinn, það hefur okkur verið komið 22, þetta hérna setjum við inn sem það er 12 sekúndur. Sett bara hérna, ok, 12 sekúndur að sett. Og þegar að þær eru liðnar frá T2, ég skrifa hérna 12 sekúndur. Þegar þær eru liðnar þá er hægt að ræsa þetta aftur. Þá fer það upphaf og þá er þetta að ræsa aftur með start 1. Þannig að hérna væri hann með snertu úr M1 þar til að þessi hérna er búinn að telja með tímaliðin. Þá er það T2. Og hann á að resetta M1. Reset M1 og það er líka snerta frá M1 sem að þegar hann kemur inn hérna M1 þá verður hann að vera hér með neitari snertu þarna úr M1 þess að komum við fyrir að þetta verður í gang aftur. Það er ekki fyrr en að T2 er búinn að telja. Og byttum nú við, T2 hann resetar þetta bara M1 og þá ætti þetta að virka. Prófum þetta aðeins, setjum þetta í gang og við þurfum að laga kannski til rofan eitthvað. Í 2, þetta er bara af á en start væri kannski sniðugt að hafa sem þau vera með normally open þrýsturofa í þessu hérna start og ja, M1 hann í rauninni gefur við fyrir að þetta fari í gang alveg strax. Við erum ekki með neitt stopprofa eins og er. Og þessi tími 2, hann er hérna, sko, T2. Þessi helst inni að rétta með hann. Aðeins að keyra þetta og sjá hvernig þetta virkar. Sáum hérna stígarnar, já. Við ræsum þetta. Og þetta fer náttúrulega ekki í gang vegna þess að við erum með ok, jú, þetta fer í gang og helst inni og síðan kemur þetta yfir á I2
5 sekúndur. Dælifæribandið inni þar til að þessi tími liðinn. Þá kemur M1 inn. Sigurður, Já, með þessa tengingu, ég held að þurfa að bæta mér inn í eitthvað. Það kemur, ég reyna að skrá með það kemur user does not belong to SSL VPN service group. Já. Já, ok. Já, ég skal ítrykka það við hann að það þurfum að bæta við. En ég allavega búinn að fara í þá í gegnum þetta.